Órafjarri í litlum afskekktum bæ situr 5 manna fjölskylda á samt fjárhundi og nýtur síðbúins kvöldverðar. Þau eru hamingjusöm á að líta, örugg og varin frá hættum heimsins. Móðirinn, hæfileikaríkur listamaður í harki, er að vinna að sínum metnaðarfyllstu verkum til þessa. It's nice. Are they all brown? Faðirinn er úti að afla lífsviðurværis fyrir fjölskylduna á 15.000 tonna togara. Hugsaðu svo gráð. Okay. Tígar? Börnin njóta þeirra forréttinda að vera frjáls og áhyggjulaus, lifa í sátt og samlyndi við náttúruna, hvað sem það nú þýðir. Það eru engir öfgahægri menn eða morðingjar í þessari mynd. Aðeins venjulegt fólk með venjulegar tilfinningar og venjuleg vandamál. Píka. Mér finnst það ekki að fyndið. Myndin hefur áhuga á hversdagslegum hlutum eins og gönguferðum, hundabaði, snjó, mat, frosinn fisk, góðum stígvélum, ástíðum, háhyrningum, sumarkjól, Jóhönnu af Örk. Segir að maðurinn er aumingi, Hulda. Ég oftar að berja hann. Húmor, kynlífi eða skort á því. Öllu því sem raunverulega skiptir máli. En undir yfirborðinu leynist eitthvað. Eitthvað sem við skiljum ekki. Eitthvað fornt, dýrslegt, dularfullt leyndarmál. Drafst hann? Þetta er nýjasta kvikmynd Hlyns Pálmasonar, Ástin sem eftir er. Ekki láta hana framhjá ykkur fara. Já, hún er að gefa mig putta núna. Við erum að helsa þér líka tilbaka. Eða gerið það og horfið bara á eitthvað annað.